Jæja, það 28. desember, tími milli jóla og nýjárs og það mjög erfitt að finna tíma, svona ef að veður leyfir til að byrja með, mjög erfitt að finna tíma þessa mundir til að hoppa út og vídeoblogga eitthvað vegna þess að dagurinn svo stuttur og núna klukkan að vera 3 og það bara hreinlega byrjað að rökkva. En það sem ég ætla að tala núna, burtséð frá veðri og birtu skilyrðum, hvers vegna mér finnst að allir sem einhvern tímann hafa hugsað það að prófa að vídeoblogga ættu að gera það. Það sem ég ætla að fókusa á helst eru svona þessar 3 ástæður sem að skipta mig máli og svona mínar ástæður fyrir því að vídeoblogga. Vá, déjà vu. 3 ástæður. Númer 1. Við erum að búa til minningar. Fyrir mér óbúslega mikilvægt að átta sig á því að ég er að reyna að gera þessi vídeó fyrir sjálfan mig, frekar heldur en einhvern annan. Og það var gaman að geta hort aftur, jafnvel eins og núna, þó ég sé ekki búin að gera þetta í 1,5 ár og komið með einhver 60 eitthvað vídeó. Það mjög áhugavert að geta hort aftur og sé svona, já, hvað var ég að velta fyrir mér og spekulera. Þannig að þetta svona ein leið til þess að bara búa til minningar fyrir sjálfan sig, fyrir fjölskylduna, fyrir fólk í kringum sem geta hort aftur á síðan mér. Númer 2 svona ákveðin núvitund. Ég vissum að margir halda dagbók og fólk, margir sérstaklega í den tíð héldu dagbækur. Og það sem það hjálpar mann að gera og ég finn fyrir í þessu það fókusar tímann fyrir minni. Við það að reyna að til dæmis að búa til 1 vídeó á viku, þá ég alltaf að velta fyrir mig vikunni. Ég að velta fyrir mig dögunum, ég að spá í hvað ég að gera, í hvað ég að nota tímann minn og hvað get ég tekið út úr vikunni sem að þetta áhugavert að setja í vídeoblogg. Og mér finnst þetta að gefa, svona ákveðna núvitund. Ég svo meðvitaður hvað ég að gera og setur þetta svona í fókus. Atriði 3, það viðheldur þetta sköpunargáfunni, að vera alltaf að reyna að búa eitthvað til, hversu lítið og ómerkilegt sem það en að vera alltaf að búa eitthvað til og vera alltaf fyrir sér stöðugt að koma einhverju frá sér, fá hugmynd, framkvæma og klára hana. Býr til svona ákveðið momentum sem að skila sér held ég í bara flestu því sem maður að gera. Og ég held að það sé mjög hjálplegt og þetta viðhalda sköpunargáfunni þýðir bara hreinlega að viðhalda því að vera produktífur sömuleiðis og svona einhvern veginn, að geta keyrt þessu hluti í gegn. Þannig að það atriði númer 3 og svona einna helst mikilvægt fyrir mér og ég finn það hafa áhrif á mig bara í daglegu lífi og starfi. En þá kannski hitt. Þeir sem hafa einhvern veginn velti fyrir sér að vilja prófa þetta, stelumst þetta í gegn, held ég. Sýnum að vinna á einhverju lóð hérna, Jæja, við stelumst í gegn. Þeir sem einhvern veginn spóðið að gera þetta, þetta, eins og við mannskepnum erum alltaf, við duglegir að finna sér afsakanir fyrir að gera þetta ekki. Og það svo svona, sem ég veist topp 5 afsakanir fyrir að gera þetta ekki, eru þessar. Fyrsta lagi, ég hef ekki tíma í þetta. Þú ræður alveg sjálfur hvað þú setur mikinn tíma í þetta. Undir hverjum einum komið. Það þarf ekkert að búa til vídeo daglega, búa til vídeo vikulega, búa til vídeo whatever. Það finnur sér allir bara svona sinn rytma með það og nota eins mikinn tíma eins og þau sjálf langar til í bæði að taka upp og eftirvinna. Þessi hluti þurfa ekkert að vera eitthvað sérstaklega flóknir. Það alveg það að gera. Númer 2, afsökun númer 2, þetta svo dýrt. Dýrtæki, dýragræjur, eitthvað svoleiðis. Það getur verið það ef fólk fær svona tækjadælu áhugan en það þarf ekki til að vídeoblogga. Flestir geta gert þetta einfaldlega bara með símanum sínum, flestir eiga síma eða aðra litla myndavél sem leyfir þeim að taka upp vídeó og það yfirdrifið nóg. Hitt svona tækjadælan og áhugan á einhvers svona kvikmyndaupptökum, það í rauninni annar hlutur. Þannig að það engin afsökun. Þú átt myndavél. Aðdáendur að veifa úr glugga. Atriði númer 3, ég kann ekki eða ég get ekki. Þetta eiginlega afsökunin sem við notum fyrir flestu því sem við ekki byrjum að gera nokkuð langar til að gera. Ég kann þetta ekki eða ég get þetta ekki. Það kann enginn eða getur enginn neitt sem hann hefur ekki prófað eða reynt. Þannig að þetta snýst bara að gera mistök, æfa sig, verða betri. Þannig að það að kunna ekki eitthvað, skiptir engum máli hvort það að gera þetta eða bara hvað annað sem er í lífinu sem þig langar til að prófa að gera, að þú kannt ekki fyrir að prófa það. Númer 4, efnistökin. Þegar fólk segir, ég lifi ekki nú áhugaverðu lífi, ég hef eiginlega ekkert frá neinu að segja. Það náttúrulega miskilningur. Þú ert að gera þetta fyrir sjálflega fyrst og fremst. Þú lifir ykkur ákveðnu lífi og þú ert að dokumentera
hvað þú ert að gera, hvað þú ert að hugsa hverju sinni og það alltaf eitthvað. Það jafnvel þó að þér finnist það ekki vera mikilvægt eða merkilegt, það er þitt líf og þitt perspektíf og tilverunni kringu þig og það skiptir máli. Þannig að þetta samt sem eitthvað sem allir held ég velta fyrir sér sem að gera þetta. Þú veist, ætti ég eitthvað að vera að segja frá þessu, það eitthvað merkilegt? Skiptir einhver máli, þú ert að gera þetta fyrir sjálfan þig. Númer 5. Hvernig á ég að vídeoblogga? Hvað þarf ég að geta gert? Það engar reglur. Það er ekkert eitthvað, það er engin alþjóðasamtök vídeobloggara sem segja til hvað þú að gera. Þú býr til þitt eigið format, þú ræður hvað þú gerir, þú ræður hvað þú talar, þú ræður hvernig þú gerir það, þú ræður hvað þessu tæknilega flókið þú hefur þetta, þú ræður hver efnistökin eru. Það er ekki til nein formúla. Ef þér langar að vídeoblogga, þá gerir þú það með þínu nefi. Já, þetta voru þessar 5 afsakanir sem ég vildi alltaf heyra frá fólki þegar svona, að því ég vil tala við fólk sem segir svo, já, mér langar svolítið að prófa þetta, en þú veist, það er þetta eða hitt eða allt þetta og svona, sko. Þannig að engar afsakanir, bara hérna, það er milli jól og nýjárs, það er alveg að koma áramót. Þannig að sko, endilega, ég skora á sem flesta að prófa. Ef þið langar að prófa og vil spjalla við einhvern sem hefur verið að prófa, þá er ég hérna, þannig að endilega hafðu samband. Ég hefði gaman að, eins og ég talaði áður, að spjalla við einhvern sem er að prófa að fikta þetta líka. Eigum það ekki bara að segja, árið 2020 er vídeoblogg árið. Takk fyrir 2019, gleðilegt ár. En annað sem ég datt í hug bara núna að labba tilbaka í áttina bílnum, að það skiptir ekki einu sinni máli hvort ég gefi frá mér það sem ég tók upp. Þú veist, hvort að ég sendi það út á YouTube eða gera eitthvað við það, hreinlega klippi það. Bara að fara út eins og núna og taka upp, þó maður sé svolítið svona þreyttur og dasar til jólin. Það er alveg ótrúlegt hvað einhvern veginn svona rífur mig í gang. Ok, vildi bara bæta við.